Kæru vinir, ég þakka ykkur fyrir að fá að vera heima hjá okkur núna og ég þakka ykkur fyrir að hafa opnað fyrir þáttinn Ísrael í dag. Þið sem að horfa á þennan þátt, mörg ykkar, hafið örugglega hort á þennan þátt oft. Við erum búin að hafa núna í meira en 12 ár, þetta að vera 13. árið sem ég hef haft þennan þátt og hann hefur verið í loftinu sem við orðum það hverja einustu viku í 12 ár. 2 í viku og 3 og kannski oftast á nóttunni. Ég þekki ekki allar tíman sem að þátturinn en þannig það. Nú svo getur þú spurt mig eða einhver spurði mig daginn að af hverju þið með þennan þátt til hvers endalaust? Alltaf að tala saman, alltaf að tala Ísrael? Já, við erum alltaf að tala Ísrael og þetta ótæmandi efni. En svo við höfum tekið eftir bara þessum þætti hér og svo takknemærinu höfum tekið eftir að við vorum að tala Jerúsalem einu sinni og við þurftum að hafa 2-3 þætti bara Jerúsalem og við getum haft bara marga þætti bara Jerúsalem, svo getum við haft annan þátt bara Galileuvatni til dæmis, eða Betlehem, Nasaret, Jerikó, svona geti ég haldið áfram að tala og þetta ótæmandi efni. Nú erum við einhver sértrúarsöfnur eins og einhver sagði einhverju útvarpsviðtali og var að tala Omega, þetta var sértrúarsöfnur og sértrúarkenningar svo framvegis. Við erum það ekki. Við erum ekki sértrúarsöfnur, við erum mest kristin en ekki bundin einu ákveðni kirkjudeild eða söfniði sem slíkir. Við erum frá ef til vill mörg okkar sem að vinna hérna tilheyrum ólíku samfélögum með kirkjudeildum og það komum við svolítið inn á eftir því að ég líka með eins og oft áður viðmælanda gest sem hér í fyrsta skipti og ég hlakka til að heyra hvað hann hefur að segja og spurja hann svolítið nánar hans feril sem einstakur, þið komist að því rétt á eftir og ég segja ykkur nafnið hans núna svo þið láta það bera skoði. Ég hringdi í vini og vandamenn og segja hann Helgi Kárason, hann í þættinum Ísrael í dag. Hann heitir nefnilega Helgi Kárason og ég ætla ekki að bjóða hann strax velkominn en ég ætla aðeins að halda áfram með þetta efni mitt Ísrael, hvers vegna verðum að tala Ísrael svona. Við erum, þættirnir eru ólíkir, eins og þið tekið eftir sem horfðu á Omega. Það stundum einhverju biblíufræðandi persónar sem að útskýra ritningarnar, spádómana ef til vill. Svo annar sem að hefur, eða lítið hópur sem hefur söngstarf til að lofa Guð í söng og svo samfélög, alls konar samfélög, erlend mikið og erlendi predikarar og innlendir. Þannig að það fjölbreytt, dagskráin mjög fjölbreytt hjá Omega og við byggjum ykkur kæru vinir að þið sem eru kristin að biðja fyrir Omega stöðinni því að þetta raun og veru, þetta stærsta kristniboð sem að nokkuð tíma hefur verið á Íslandi. Tók eftir hvað ég sagði? Þetta stærsta kristniboð sem að verið hefur á Íslandi í alla tíð. Hvernig get ég sagt þetta? Jú, ég sagt þetta vegna þess að nú erum við komin á netið, internetið heitir það, og það, til dæmis þessi þáttur, hann gæti sést núna í Afríku, í Bandaríkjunum veit ég hann sést, það verður hringt í mig frá New York, það verður hringt í mig frá Jerúsalem og þeir hafa hort á þennan þátt á þeim tíma sem að þar þá. Þannig að þátturinn þessi, hann getur sést nærri því allan heim. Þannig að boðskapurinn sem fer í þessum þáttum, hann nær allan heim. Þess vegna þetta stærsta kristniboð og þeir sem að vitið þetta ekki, þá ætla ég að segja ykkur það. Þið þurfið ekki lengur jafnvel að fara inn í stofu og kveikja á sjónvarpinu eða með tölvu ykkur starf í öðru herbyggi. Þá getið bara að fara í tölvuna og slegið inn omega.is og þá leiðist það sjálfu sér hvernig þið komist inn á þennan þátt sem í loftinu. Nú ég ætla ekki að hafa þetta mjög mikið langa formála en samt sem áður vil ég nú þakka þeim sem hafa hringt og skrifað með tölvupóst. Það ekki fáir, raun og ég var svolítið hissa hvað margir þið voru og sérstaklega eftir næst síðasta þátt og líka síðasta þátt. Það voru margir sem hringt inn og voru undrandi yfir því efni sem voru með næst síðast. Það var Tóra, það var lögmálið og náðina og ritningarnar sem kallar Gamla testamenti og þá þáttur vakti mikla athygli. Ég komst að því, fekk bæði tölvupóst og eins á Facebook og eins síðasti þáttum við honum Snorra Óskarsinni, hann vekur alltaf athygli, þáttur vegna þess að Snorri svo málugur og hann kemur vel fram orði og hann hefur góða þekkingu.
og nú ætlum ég ekki að hrósa honum meira eða öðrum og alls ekki mér. Ég hérna bara í veikleika mínum, orðað þannig. Ég búinn að vera hérna eins og ég segi, meira og minna í 12 ár með þennan þátt og ég eldist og kannski kemur að því að ég sést ekki lengur á skjánum, en þá eitthvað annað sem tökur við vonandi. En það getur náttúrulega vel verið að við sem trúum að endurkomu Jesú að hann verði bara kominn og þá ekkert vandamál lengur, þá þessi þáttur heldur ekki til lofturinn lengur. Þá annars ríki hér. Nú, það sem skeður núna í Ísrael, þegar þessi þáttur tekinu, það svolítið alvarlegt í raun og veru. Bæði gott og ekki gott. Það góða þess að tala fyrst það, að það eina landið í öllum Mið-Austurlöndum þar sem friður í dag. Almennt friður. Þú getur farið og gefið, þið getur verið í Jerúsalem á götu, það allan sólarhringinn á þess að verða fyrir aðkastið eða nokkur hátt. Arabar og gyðingar ganga saman göturnar og versla hjá hver öðrum og það algjör friður þar. En það getur ekki sagt Arabalöndin í kring. En í Jerúsalem friður og í Ísrael friður fyrir utan, þannig kemur með þetta neikvæða, fyrir utan á Gazasvæðinu. Gazasvæði, svo ótrúlega sem það að það voru gyðingar sem bjuggu þar í meiri 30 ára og voru búin að yrkja jörðina þar. En það var mikið ósamkomulag milli þeirra og arabarna sem bjuggu þar. Það var stöður árekstrar. Svo að Ariel Sharon sem var forsætisráðherra, hann lét reka raun og veru bara alla gyðinga frá Gazasvæðinu yfir í eyðimörkina. Bara heimilislausir í eyðimörkinni, hugsaðu ykkur það. Og af því að hann hélt að það myndi þá verða friður ef þeir væru farnir það. En það var það aldeilis ekki. Það var aldrei jafn mikil ófriður á Gazasvæðinu eins og eftir það þeir fóru. Og nú þegar þessi þáttur þegar hann tekinu upp, þá eru nýjustu fréttir þær sem ég hjóaði í morgun, að það eru 1200 eldflaugar sem er búið að senda frá Gazasvæðinu, 1200 eldflaugar núna á síðustu 2,5 viku. Hugsa ykkur það. Þeir hafa ekki skaðað fólk, ekki dáið, en það hefur skaðað mörg hús og börnin eru mjög hrædd. Og frétt sem ég heyrði í morgun að það fleiri þúsund börn sem að vera í loftvarnarbyrgjum á meðan og þau óttast mikið og þetta kannski eitthvað sálrænt stríð frá hinum til að gefa ótta og þeir eru farin að skjóta jafnvel í áttina Eilat. Þannig við vitum ekki hvernig málin þróast núna. Núna var forseti kjörinn í Egyptalandi sem heitir Múri og hann hann mikill talsmaður bræðralagsins svo kallaða Islamic Brotherhood og Ísrael svolítið ógnvekjandi eða hrætt, þeir eru svolítið nervusir orðað þannig hvað muni ske núna því að það möguleiki því að Egyptaland muni ef til vill slíta öllum vinarsamböndum og friðarsamningum við Ísrael sem þeir hafa gert eins og Jordan hefur gert. Nú held ég sé komið langt út fyrir þetta sem við ætlum að tala í raun og veru og þó ekki, ég geti haldið endalaust áfram en ég með mikið efni hérna en það þó nokkur atriði sem langað að nefna hérna að við vorum að tala frið. Ég hafði punktað þetta niður hérna í morgun. Þarf Ísrael að kaupa sér frið með landi. Sumir segja þetta, ef að Ísrael myndur gefað eftir þessi hertöknusvæði, svo kallið á Vesturbakkanum, eða á svæði Palestínumanna, ef þeir myndu gefa þau öll eftir, myndi þá verða friður, þetta segja margir, þá verður friður. En það ekki öruggt. Ætti að afhenda Arabum Júdeu og Samaríu undir annað palestínsku ríki næst Jórdaníu. Þið veit að Jórdaníu palestínskt ríki, það eru Palestínumenn sem eru í Jórdaníu. Vinir mín, ég hef talað skýrt, átökin í Mið-Austurlöndum snúast ekki landskika, heldur baráttan hugmyndafræði. Og það eru mikil mistök hjá fólki að halda því fram að með því að afhenda Arabanum Austur-Jerúsalem að þá muni átökum linna. Alls ekki, eins og ég sagði áðan, árið 2005, það var árið 2005 sem Ariel Sharon, hann fórnaði nýbyggingum í Ísrael á Gaza fyrir frið. Fekk Ísrael frið í staðinn? Nei. Þannig trú ég heldur ekki að það verði leitt friður þó svo að þeim veitt fleiri landsvæði. Þeir hafa nóg landsvæði og ég get sagt ykkur það, ég veit einhver með hneykslast sem ég segi núna, en þetta satt. Ég þekki þetta af reynslu, ég er búin að vera í þessu landi Ísrael í 32 ára, hverju einasta ári og stundum oftar en tvisvar og jafnvel þrisvar. Palestínumenn svo kallaðir hafa hvergi í Arabaheiminu jafn gott eins og í Ísrael.
Takið bara eftir því, allir svo kallaði flóttamenn sem að koma jafnvel til Íslands, til Noregs, til Svíþjóðar, til Danmörku, flóttamenn frá Palestínu. Og ef við hugsaum nánar út í það, það eru einhver flóttamenn sem koma frá Palestínu. Þeir koma frá Írak, þeir koma frá öllum mögulegum öðrum löndum. Þeir hafa aldrei verið í Palestínu, þetta er þriðja kynslóðin. Þannig að gætum okkur á þessu. Og hvers vegna eru til dæmis að koma Arabar núna hingað til Íslands frá Marokkó og öðrum stöðum? Þeir sjálfsögðu allir velkomin til landsins ef þeir eru í góðum hug og eiga erfitt. En hafið tekið eftir því að það koma einhver flóttamenn frá Ísrael, frá Palestínu. Það eru einhver flóttamenn sem koma frá Palestínu. Þeir koma ekki, þeir hafa það nefnilega gott þar. Þetta heimur, fólk tekur ekki almennilega eftir þessu. Það tala meira eins og Akranes sem komu konur frá Palestínu. Það hafa aldrei verið í Palestínu. Það var afverðar á ömmu sem voru í Palestínu, en þeir hafa aldrei verið þar. Þannig að ég ætla ekki að tala meira um því, ég held ég skilji hvað ég að tala um. Og ég búin að tala þetta reyndar áður, hérna veit ég, og sumir hafa ekki hort eða séð þetta eða heyrt þetta, en þetta er satt. Nú, hérna, eins og alltaf, þá þetta bara klukkutími. Og klukkutíminn hann fljótur að líða, alveg ótrúlega fljótur að líða. Nú myndu eitthvað segja við mig, Ólafur, þú svo mælskur, þú getur talað endalaust. Já, kannski, ég nú ekki alveg alltaf, já, mælskur eins og segir, en já, Guð hefur gefið mér þá gjöf að geta talað og ég vona það sem ég segi sé satt og rétt. Og ég segi ekkert sem viljandi ósatt. Allt sem ég segi bæði eigin persónuleg reynsla og eins reynsla sem við höfum samkvæmt trú okkar á ritninguna. Þetta kemur það með orðið trú. Við flest okkar, ég held allt sem starfu hér tengd Omega, við trúum á ritningana að það sé Guðs orð. Og þetta sem við köllum Biblíur, sem 66 bækur, eins og ég hef sagt áður í þáttunum oft áður, og ég ætla að endurtaka bara einu sinni enn. Ég skil ekki allt í þessari bók. Alls ekki. Og ef einhver kemur til mín og segir, Ólafur, ég skil allt saman, þá myndi ég segja, þú segir þetta ekki saman. Þú getur ekki skil þetta allt, vegna þess að það svo margt sem hulið okkur í dag. Það margt sem við skiljum betur í dag en við gerðum fyrir 20-30 árum síðan. Og fólk sem lifði fyrir 1948, það hefði ekki trúað þessu að gyðingar ættu eftir að endurheimta landið sitt 1948, 14. maí. Þau hefði ekki trúað því áður fyrir, en nú þetta staðreynd. Og það staðreynd líka að það þetta neikvæð sem ég ætla að segja núna? Já, myndi ykkur segja, það verður stríð. Það verður ófriður. Biblía segir það verður stríð. En hvað, það allt búið? Nei. Þá nefnilega kemur friðarhöfðingi og þá kemur friður, sannur friður, sem var hér á jörðinni í 1000 ár. Þetta segir mín ritning, Biblía. Nú, svo ég komin að því að bjóða hérna gestinn velkomin. Helgi mig velkomin í þáttinn. Talaðu mig. Þakka þér fyrir, Ólafur. Já, heyrðu, áður en ég ætla nú að tala svolítið persónulega við því áður en við tölum mikið um Ísrael. Já. Svolítið þína eigin persónulega, þú ert nú fyrsta skipti sem þú ert í þessu þætti, vonandi ekki síðasta skipti, en hérna, persónulega, hérna, ég sé að þú ert með þessum kallar jamólekka á hebreusku, eða margir notaði kippa. Já, ég með kippu. Já, þú ert kippa, já. Settu upp að því ég hef... Að því þessu þættinu. Ég náttúrulega, af því þættinu var náttúrulega líka það, ég hef oft sett upp það sem Ísrael sem koma saman eða það sem hérna gyðinglahátíðir hafa verið. Já, alveg. Til dæmis fór ég hérna á síðasta, það sem kallaði Rosh Hashanah, það áramótahátíðin hjá gyðingum, fór ég til þeirra og þar voru allir kallmenn með svona höfðinu. Já. Og ég fór á áramótahátíð sem haldin var á Cabin Hotel. Ok, mjög gott. Ég sá þetta auglýst í blöðunum og þetta, áframhaldi á þessu þú ert að segja, þá kem ég inn á það að þú ferð víða Ég ferð víða Ekki bara hjá gyðingu, þú ert í öllu mögulegu Kristu samfélagi. Ég hef nú aldrei hérna, skal ég segja, ég fór, eins og ég segði þetta áðan, í þessa synagógu í hérna Cabin Hoteli, en svo hef ég farið hérna einu sinni áður í Jerúsalem. Já. Það var mjög hátíðlegt, ég var það. Við tölum á eftir svolítið Jerúsalem, einmitt. Já, við gerum það. Já, endilega. En ég vil endilega koma svolítið meira að ferðum þínum hér bara í Reykjavík. Ég veit bara að
þú ferð á samkomur víða, til dæmis þú kemur jafnvel einu sem tvisar í viku í Hvítasunnu-kirkjuna Fíladelfíu, stundum tvisar í viku, og ég veit að þú ferð líka jafnvel stundum á samkomur hjá aðventistum og laugardagsmorgni. Ég geri það. Það ekki rétt? Og þú ferð líka, hef ég séð á hjálparsöfnum, samkomur. Ég kem þangað. Og ég geti talið fleiri staði inn á þjóðkirkjuna líka. Já. Þannig að þú tengir þetta, má ég spyrja þér svona persónulega trú þína, finnst þér að öll þessir ólíku samfélög, þau hafa eitthvað sameiginlegt, ekki rétt? Þau eru ólíka. Það hafa það sameiginlega sem Jesús Kristur og hann krossfestur. Já. En þeir hafa Jesús Kristur, hann krossfestur og boðskapinu hann þungamiðjan í boðskap allra kristinna kirkjudeilda. Já. Þess vegna þú ekkert vandamál með að fara í ólíka kirkjudeildir, hvort það eru adventistar eða hvort það eru lúterskir eða hvítasunnumenn eða katólskir eða eitthvað annað, það er ekkert vandamál hjá þér. Ekkert vandamál, ég heyri það. Og já, það er gaman að heyra þetta. Svo sambandið, ég veit svolítið meira þig vegna þess að ég er búin að þekkja þig raun og veru þig frá því að þú varst 2 ára gamall. Þá var ég í Kaupmannahöfn og þá koma foreldrarnir til Kaupmannahafnar með því 2 ára. Já. Hvers vegna? Hvers vegna? Vegna þess að ég fæddist með hjartagalla. Já. Og ég fæddist með hjartagalla 2 ára og var lagður inn á Dronningu Lúísu spítalann í Kaupmannahöfn 2 ára og var þar í 3 mánuði. Fór þar í 2 hjartaaðgerðir. Síðan andaðist móðir mín þegar ég var 3 ára. Já. Og faðir minn fór með mig og ömmu mína þegar ég var 6 ára til Chicago í Bandaríkjunum. Wow. Það sem ég var skorin upp í kringum 7 ára afmælið mitt. Já. Og svo aftur þurfti ég að fara í loka hjartaaðgerðina þegar ég var 12 ára gamall í Birmingham í Alabama. Ok, þú er búin að fara víða, Helgi. Já. Bara svona kornungur. Já. Og svo veit ég að þú hefur verið líka í biblíuskóla í Skotlandi eða Englandi? Englandi. Ég var þegar ég var eldri táningur í biblíuskóla í Englandi. Flott. Mattissey. Já, þetta er mjög gaman að heyra þetta. Mér langar aðeins að segja svolítið meira sem ég veit þig, því ég er búin að staðfesta það með því ég sá það sjálfur. Ég var staddur upp á Hlemmtorgi. Já. Það kom strætisvagn bílstjóri til mín og sagði, Ólafur, þekkir mann hinum inn á götunni þarna? Ég fer að kíkja, já, þetta ekki Helgi, jú, hann kemur hingað einu sinni í viku, held ég, segir viðkomandi, og hann biður fyrir húsunum á Hverfisgötu. Og er þetta ekki rétt? Þetta er rétt. Minnst það er stórkostlega Sko gott hjá þér. Ég tók þessa áskorun sem þau komið með Mike og Sheila á Lindinni. Hver eru þau? Yndisleg hjón, trúboðshjón á Bandaríkjunum sem hafa stofnsett Lindina. Já, græði, einmitt. Já, ég þekki þau reynda líka. Já, þú þekkir þau. Já, þú segir þetta svona, já. Þau eru yndisleg hjón og þau settu áskorun á Lindina til þeirra sem styðja Lindina að fólk ekki biðji fyrir götuna sem þau búi í. Já, og þú tókst þetta bara alveg bókstaflega. Ég tók þessa áskorun og reynd að mestmegni halda þessu að gera þetta vikulega. Já, þið finnst ekki nóg bara að standa við enda göttunum og svo biðji fyrir allir göttunni. Þú bara tekur hvert hús fyrir sig. Já. Og gerir það. Já. Og leggur hendurnar á hvert hús. Stundum og stundum ekki. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Þú ert í Uník, þú ert bara einstæður hérna á Íslandi. Sko Þú ert bara fyrirmynd margra trúara. Ég held ég myndi ekki orka þetta, ég veit það ekki. Ég geri þetta á sumrin þegar gott er veður, þá sé ég hvað er í hverju húsi, en á veturna þá er ég bara heima hjá mér í kuldanum og bið fyrir í huganum eftir því sem ég man húsin. Gott Helgi minn. Þetta er yndislega. Nú komum við tala svolítið ég Ísrael. Já. Ég held ég pínið ekkert meira með persónulegum spurningum. En ég held að við getum komið svolítið inn á þetta við þegar við erum að tala þú farið til Ísrael, er það ekki oft? Ég farið 2000 til Ísrael. Með mér, mínum hópi? Fór einu sinni árið 2000 með þér og góðu fólki, það var góður hópur í hópnum sem við var frá Njarðvík, söfnuðinu þar. Já, ég með myndir hérna, einmitt af því. Já. Er þetta ekki myndir það? Þetta er myndir hérna, gott fólk. Og þarna ert þú líka, og þetta er lúterskirkja í Njarðvíkunum. Já. Prestur var þarna líka. Já, prestur í þjóðkirkjunni í Njarðvík fór með okkur í þessa ferð. Já, einmitt, já, ok, þetta er gaman að þessu. Hvernig var þetta?
Þetta var árið 2000. 2000, já, það nokkuð mörg ár síðan. Já, Svo hérna mynd sem svolítið, við höfum talað það að Ísrael trúfrelsi, já, það er trúfrelsi Ísrael. algjör trúfrelsi og þetta verið koma mjög áreiðandi fram í þessum þætti þegar fólk heldur að það sé ekki. Það er trúfrelsi, það er allir trúarhópar sem þekkjast bara á þessari jörðu sem að koma saman í Jerúsalem eða Ísrael. Og það er bara, það er ekki að nefna nöfnið þeirra allir, en það eru allar tegundir og allar hvað segja umgjörðir fagnaðarerindið á mismunandi hátt, en það byggja allir á sama klettinu eins og þú sagði réttilega, á trúnni, á Krist. Hérna er aftur á móti ekki trú á Krist, en þetta er tekið Haifa. Já, þetta er tekið í Haifa, þessi mynd tók ég af musteri hérna Bahæja. Bahæja-musturinn, Já, Bahæja-musturinn. Ofsalega fallegu garður fyrir neðan Bahæja. Mér finnst það yndislega fallegur og mjög merkilegt hérna hvað þeir halda þessum garði vel við og þeir eiga heiður skilu fyrir það. Það er svo sannarlega rétt. En það er margir sem koma til Haifa bara meðal annars til að sjá garðin, það er ekki mikið annað að sjá í Haifa. Og meðal annars þá hérna er marga tröppur hérna niður eins og hinum inn frá marga tröppur upp á þessum musteri hjá þeim. Já. Þetta er, ég hef komið að nokkru sinnum og í Haifa er ekki það, jú það er náttúrulega Karmelsfjallið fyrir ofan sko, Haifa, það er náttúrulega sögulegt mjög Elía og spámannum og allt það. Þetta er athyglisvert og þarna, þeir eru ekki kristnir. Nei, þeir eru ekki kristnir, þeir telja sig held ég samansöfn úr öllum kirkjudeildum. Já. Sko hérna, öllum trúfélög, öllum trúarbröðum heimsins sem þeir vilja setja rætur sínar í. Allt í lagi, já, ég held að sé komið, ég held að Abdullah Baha kom árið 1844. Já, það merka ár. Já, það merka ár, já. Þá komum við að næsta hérna, og nú fyrir við svolítið fljótt yfir sögu. Ég geymi þessa mynd svolítið seinna, en hérna erum við komin til hérna Jerúsalem, ekki? Þetta er, eins og ég sé, þetta er hérna, þetta er upp á Olíufjallinu og grafirnar hérna fyrir neðan. Já, þetta er grafirnar á Olíufjallinu og hér er hérna þar sjáum við moskuna hjá múslimum. Já, og þarna rétt hjá er vestumúrin hinum við þetta. Við sjáum hann á eftir annari mynd. Já, og hérna er, skal ég segja þér, Al-Aqsa-moskan. Nei, ég ætlaði nú að segja hérna, er ekki hérna einhvers staðar Döngeit? Jú, já, það er rétt, við sjáum hann ekki á myndinni, það er lengra þarna. Til að fara inn á við vestumúri þá fyrir gegnum Döngeit. Það eru 8 hlið í Jerúsalem, kringum borginni Jerúsalem. 8 hlið, já. Já, en 7 eru opin, 1 er lokað. Manstu hvað þetta lokað heitir? Lokað hlið heitir Gullna hlið. Já, Golden Gate. Veistu af hverju það er lokað? Af því að þeir að bíða eftir því að Jesús Kristur eða Jesúa Hamasía koma á Olíufjalli og gangi inn í borgina, þá munir hliðið opnast fyrir honum. Af hverju lokaði þið það? Hverju lokaði þið? Af því að að kraftur í honum þegar hann kemur að það mun örugglega opnast því það verður mikill jarðskjálfti. Það var reynilegt, en það var ekki það er ekki góðum, þeir var einmitt lokað vegna þess að þeir óttast að hann komi. Það eru múslimar sem að... Nei, sko, þeir múslimar stjórna svæðinu, musturisvæðinu. Þeir múruðu upp í Köllugöllna hliðið, eða Golden Gate, vegna þess að þeir trúa því ef Jesús kemur á Olíufjalli, þá mun hann fara gegnum Gullna hliðið, eins og hann gerði hérna forðum daga, fór að Astnafóla, og svo hérna fyrir framan Gullna hliðið svo kallaða, þar eru grafir þeirra múslima, af því að í gyðingdómi eru grafir óhrein, líkur óhrein, þannig að þeir trúa því að það muni Messias aldrei geta gengið yfir grafir sem er líkur þarna. Þetta er þeirra trú. En sérðu, það er frjálst að trúa hverju sem þú vilt í Ísrael. Hérna sé ég bara þig sjálfan hérna. Já, þarna er mynd af mér hjá hauskúpunni staðnum sem kalla í Gordons Golgata. Já, hausaskeljastaður. Hausaskeljastaður, sem réttindin okkar íslenska kallar það. Já, Passísálmar Hallgríms tala mikið hausaskeljastaðar. Já. Og þetta er klettur, margir telja þetta sé kletturinn þar sem að
og garður, kletturinn þar sem hann hafi verið krossfestur. Já, einmitt. Þarna á þessum stað er líka rútubílastöð. Jú. Og það er mikla líku fyrir því hann hafi verið krossfestur þar sem rútubílastöðin er nú í dag. Ekki ólíklegt. Já. Ég held að það sé rétt hjá þér að margis myndir teikni og mála krossfestinguna upp á hæð. Já. Og með í mörgum sálmum hjá ólíku samfélögum upp á Golgata hæð rís við eldgamall kross. Þetta er ekki rétt. Hann var krossfestur á jörðu, á flatlendi. Það er mjög skrítið að sjá myndir af 3 krossum á rútubílastöð. Já, það var náttúrulega ekki rútubíla til þá, sko. Já. En það er gott hjá þér. En byrju við, þetta er athyglisvert, koma inn á það aftur. Kannski bara framhald af þessu, næst þetta þessum að þú ert þarna staddur, þá varst þú á þessu hóteli hér. Já, það er rétt hjá... Arabískt hótel. Þetta hótel er rétt hjá Gordons Golgata, var bara fáeinum metrum frá og þetta var ágætis hótel, gott að búa þarna. Ég búið mörg ár með marga hópa. Mér líkaði mjög vel. Já, ég verið með marga hópa á arabíska hóteli þarna. Mjög yndislegt fólk. Það eru bæði kristnir og múslimar sem vinna þar. Já. Og já, það er bara svolítið gaman að sjá það þarna. En svo kemur hérna svolítið undarleg mynd, en ekki undarleg fyrir þá sem ekki vita hvað þetta er. Ég veit hvað þetta er. Þetta er tré. Já, þetta er tré. Og þetta er stórt tré, það gæti verið 2000 ára gamalt. Einmitt. Þetta tré er í Getsemani garðinu sem kallaðar er. Já. Og eins og við vitum, Jesús fór í Getsemani á hennan leið og átti þar sína trúa baráttu og erfiðleika og bað. Já. Og þetta tré gæti hafa verið vitni að því. Já, einmitt, það er rétt hjá þér, sko. Ef að tré gæti talað. Já. En Biblía talar jafnvel það trén hoppi og dansi og lofi Guð. Ó, já. Þú lest það Davíðs sálmum. Já. Trén jafnvel hoppa og dansa. Já. Og við getum séð það bara þegar það er svolítið blæs þá sér maður greinarnar lofa Guð, sko, á trjánum. Já, það gerir það. Já. Ég trúi því þessi lífið í trjánum. En það segir hérna, ég sé að trén klappi lófunum, höndunum. Já, grann. Hérna sjáum við ykkar hús. Nú veit ég reynda hvað þetta hús er. Þetta er aðventistahús, er ekki Jerúsalem. Þetta er gisthús hjá 7. dags aðventistum, þarna við hliðina í kirkjan sem þeir hafa. Já, eða íhúshúsi. Já. Ég fór þangað á svona góðum hjónum í Keflavík einn hvíldardag því var það árið 2000. Nú var útskýra fyrir áhorfundu, hvað er hvíldardagur? Hvað er þetta að tala um? Hvíldardagurinn er 7. dagur vikunar, laugadagurinn. Akkurat, já. Og ég fór þangað á laugardegi. Nú skil ég. Ég fór þangað á laugardegi á þessum hjónum. Við fórum fyrst í synagógu og þar vorum við saman í klukkutíma og vorum viðstödd og svo eftir það fór ég ásamt þessum hjónum og henni Klöru sem var með þér og Herði. Já, Klöru Jóhannsdóttur. Hún hefur verið þessum þættir reyndar. Já, og fór ásamt þeim, við fórum 5 á Guðsþjónustu í þessu húsi hjá 7. dags aðventistum. Já. Sérðu það, allar kirkjudeildir eru þarna. En aðventistum, þarna eru fleiri kirkju, það eru mormónar eru þarna, hefur komið þangað? Ég veit þeir eru efst Olíufjallinu, ég hef ekki komið þangað. Nei, ég hef komið þangað, það er gífurlega flott hjá þeim og falleg svæði sem þeir eiga þarna. Þeir keyptu þetta og eiga þetta stóra svæði þarna. Brigham Young, sem var höfuð toppmaður þeirra fyrir öldum, fyrir 100 árum síðan. Skólinn er kenndur við hann, Brigham Young College. Þarna koma mormonar allstar, sérstaklega á Bandaríkjunum og nema biblíufræði sín þar. Og svo eru votta Jehóvar líka í Jerúsalem. Þannig og hvítasunnursöfnir, stóru hvítasunnursöfnir. Það er gott að trúfrelsi í landinu Ísrael. Hefur komið í hvítasunnursöfnin í Jerúsalem? Já, ég kom þarna með Kristjáni Reykdal sem var með mér. Þetta er King of Kings? Nei, það var það sem Ruth Heflin hafði. Já, það er Mount Zion. Mount Zion Fellowship. Já, alveg rétt, já. Það var mjög góð samkom, mjög gott að vera þarna. Við vorum með góður í samkomin, svo eftir hana var hátíðismat út í garði. Hvað ætla að segja? Já, flott. Já, ég kom meðan hún var hindisli kona. Hún var mikið vinkona mín líka reyndar. Skrifaði nokkuð marga bækur og ég á bækur sem hún hefur skrifað. En hún er farin héðan, nú förum við svolítið burt frá Jerúsalem í bíl allavega. Nei, áður við förum burt að þú myndist á vestumúrun aðan. Þú myndist þarna, þessi mynd, hún er nokkuð þekkt.
Þarna ísraelskur hermaður Já, hann á með byssu bæn. og að biðja. Sumir fyrst að skrýta hann skulle vera með byssu og svo hann að biðja með bænabók og leggur hönd sína á steinin, klettana. Hvernig, akkur með byssu? Hann þarf að verja landið. Já. Verja gegn óvinum sem koma kannski frá öðrum hlutum landsins til þess að sprengja sjálfa sig í loftum og hann þarf að verja það að slíki menn komist slíki menn séu til staðar þannig að hann þarf að verja fólki í landinu gegn öllum óvinum landsins. Já. Þú segir alveg rétt orð að verja. Sko, ísraelska herlið er ekki árásarlið, það er varnarlið. IDF, Israeli Defense Forces. Þetta er varnarlið en ekki árásarlið. Þegar ísraelski herinn hefur aldrei ráðist inn á nokkurt land til að eigna sér það land en þeir hafa varið sitt land, það er alveg rétt hjá þeir. Þess vegna mega þeir samkvæmt trúgyðinga og okkar reynda líka að þeir mega verja sig. En þeir mega ekki fara náttúrulega og skjóta saklaust fólk. Nei. Það gera þeir heldur ekki, teka fram. Nú komum við aðeins lengra inn í söguna, svo við getum farið aðeins aftur og tilbaka sem við kallum Vesturmúrin. Ég hef aldrei kunnað við þetta orð Vesturmúrin, en sem við kallum þetta Bænamúrin líka, mér finnst það eiginlega betra orð. Hérna sjáum við aðra mynd líka frá Vesturmúrin, svo ég kom fyrst með þessa ég tók hana þessa. Þannig líka hermaður með byssu og hann að biðja. Dásamlegt. Já, og þeir, hann líka með kýpa á höfðunum eins og þú. Já. Og hann nú veit ég ekki hvað hann að segja við Hashem er nafn á Guðis, þetta er orðið. Já. Eða nafnið, Hashem, eða Elohim, en hann að biðja og ég trúi því persónulega hann sé að biðja fyrir fjölskyldu sinni, hann sé að biðja fyrir landinu, hann sé að biðja fyrir friði. Ég trúi því persónulega, en ég náttúrulega veit ekki hvað hann var að biðja. En svo aftur á móti þessum, hérna sjáum við mann sem svolítið sérkennilega klæddur við Vesturmúrin. Hvers konar maður kolsvartur? Er hann ekki skal ég sé? Með loðhúu, skinnhúu? Er rússnesku gyðingur innflytjandi? Gæti verið það. Gæti verið rússnesku, rétt það er. Það er mikið skal ég segja það gyðinga fluttu frá Rússlandi til Ísrael kringu 1990. Já, mjög mikið þá. Mjög mikið, já. Eftir að kommunismi féll. Svo er hann minn lítið börn, börnin hans eða litli drengir, sita þarna, þeir mig kennt að komast á biðja. Þetta er fallegt. Og þeir skal ég segja þegar þeir biðja gyðinga þá snúða sér alltaf á veggunum. Já, þeir snúða sér líka til hægri og vinstri og öfugt, biðja fyrir öllum 8-4. Það er í ritualinu þeirra. En það er alveg rétt hjá þeir snerta þennan vegg vegna þess að þetta var undirstöðu veggur, varnarveggur við musteri Salómons. Já. Hluti af honum, ekki allur þó. Ég hef heyrt að alls þar í heiminu þá vilja snúa sér til Jerúsalem. Já, það er rétt. En aftur á móti múslimar, þeir segja að Jerúsalem sé 3. helgasta borg múslima. Já. En þá skrítið þegar þeir biðja, þá beygða sig niður til Mekka. Áttina Mekka, ekki til Jerúsalem. Og það er ekki minnst einu orði í Kóranum á Jerúsalem. Ég er ekki að tala illu múslima að teka fram. Ég er bara að tala að Jerúsalem getur alltaf verið helgborg hjá þeim, það er ekki minnst á hana í þeirra helgu bók. En í borgin Jerúsalem það minnst á hana meir en 800 sinnum. Já. Í Biblíun, meir en 800 sinnum. Hérna sjáum við líka unga menn, þetta er fræmynd, við erum búin að nota hann okkur oft hérna þessu þætti. Þannig er ungamenn sem myndi tekinu ákveðnu degi. Í dagurinn þegar við frelsuðu Ísrael 1967. Já, endurheimtu ég að réttu þær. 6. stríðinu. 6. stríðinu. Og þannig er þau bara komin að múrnum sem præga grátmúr sem þá var kallar og hefur kallað sig Vesturmúr. Þeir eru komin þarna þessu múr og sjá fyrir sig all herlegheiting. Sem hafa verið að frelsa og berjast fyrir. Já, ég trúi til þessi bara þakka Guði fyrir sigurinn. Þeir endurheimtu borgin, alveg rétt orðið þeir. Já. Hérna sjáum við líka stuttmynd. Hérna, við töluðum mikið þetta þættinum með Snorra. Með Andresi sem var hérna í þætti. Hann var með svona bænasjál og sýndi okkur hvernig ætti að nota bænasjalið og mörgum fyrir skrítið skuli hylja sjálfan sig svona í bænasjali. Hugsunin er svo að þeir eru einir þar inni með Guði, það er hugsunin bak við þetta. Þá skilum þetta betur þegar maður veit af hverju þeir eru með þetta bænasjál og þessar helgi
siðir. Þessi mynd aftur á móti, hún svolítið skýr hérna sem tekið frá Olíufjallinu, yfirborginni Jerúsalem. Já. Frá Olíufjallinu, já. Já. Þetta kallað líka Móríahæð. Það sem Abraham fórtvarði syni sínum. Já, það sagt. Eða ætlaði að gera það, þá kallaði engillinn til hans að gera það ekki og gaf hann annað lamb. Rétt, já, hrútslamb. Hrútslamb, já. Og hérna, já, það er rétt á þér. En hann sagði hann að farði upp og fórnaði syniðinu. Já, og skipum frá Guði fórnaði og Abraham hlýddi. Já, það var enga svona hans. Já. Já, svona, þetta er trú. Ég vildi óska maður geti haft svona sterka trú. Hérna þetta er svolítið merkilegt, þetta heitir á hebresku menora, þetta er ljósastika. 7 arma ljósastika, þetta er tákn Ísraels. Já, í öllum synagógum Ísrael og musturinu gamla, þá var svona 7 arma ljósastika og var það bara logandi. Þetta var tákn upp að það drottin væri þar líka, þetta tákn upp á 7 söfnuð Guðs, 7 augu Guðs, 7 englar og svo framvegis, merkileg tala 7 í Biblíunni. Nú förum við alveg yfir til bæ sem heitir Beit-Jala. Já. Þú veist hvað er að tala um núna? Það er skóli. Það er skóli vonarinnar. Sem heitir skóli vonarinnar. Já. Hvernig mynda þessu skóla? Hope Secondary School. Já. Mynda honum. Og ég veit að þú ert stuðningsmaður skólans. Já. Þú hefur gert það. Það kom hérna maður fyrir mörgum árum síðan sem heitir Salomon Dún. Já, ég veitur honum. Og hann hérna kom þér annars í Philadelphia sem ég var og bauð okkur að gera stuðningsmenn. Já, og á þeim tíma gerðist ég stuðningsmaður. Ég gerði kringum 1990 eitthvað snemma, 2-3. Þú hefur verið stuðningsmaður meira og minna allir langa tíma. Já. Hérna sáum við sameiginlega mynd af öllum nemyndunum. Já. Þetta er stór hópur. Og hérna er líka nokkri nemyndur sem að bíða eftir að komast inn í fríminutum, litli drengir. Og svo ég með mynd hérna sem langar að sýna eða þú átt þessa mynd, raun og veru. Ég tók þessa mynd og þú stöðna, já. Af nemynda sem þú hefur stöðt eða stiður. Og ég til að sanna það þá skrifaði ég nafni Helgi og hann heldur á nafninu þínu. Hann stendur þarna Thank you Helgi, svo hann er að þakka mér fyrir að styðja sig. Akkurat. Þetta er svona sonur minn. Já, með orðað þannig. Já. Svona, já. Ég hef ekki gift mig eða eignast konu og börn, en ég ástæða nokkur stuðningsbörn. Já, hjá fleirum stofnunum, ABC kannski líka. Ég styð ABC og ég styð skólavonarinn. Já, gott mál. Og hérna eru nemyndurinn líka sem eru í fríminutum. Það eru öllum aldrei alveg frá 7-8 ára, alveg upp í 16-17 ára. Það er gaman að sjá þessa hérna. Já, þannig eru þeir í biðröðu að komast inn. Já, biðröðu eftir hvað bekk þeir eru í. Þetta var gert í gamla dag líka í Austurvæ-barnaskólan sem ég var. Já. Hérna kemur minn sem við hefðum kannski átt að hafa með áðan. Það er einmitt frá þessum garði sem heitir Gordon Golgata garðurinn. Þetta er þessu kallað gröfin. Já, ég hef komið inn í hana. Þú farið inn í gröfina. Mjög merkilegt og hugsa sér það. Þú komst út lifandi. Komst í gröfin og komst út lifandi. Hugsaði það að gröfin er tóm. Jesús er upprisin. Það hefur mikil áhrif á mann að koma inn og trúa styrkjandi að vita það að Jesús er upprisin. Þetta er gott hjá þér vegna. Ég er búin að fara með marga hópaðana og það er svo gaman þegar ég fer með hann hópinn. Það er eins og þú, verður svona tilfinningalegt að fara þarna inn í þessa gröf og verða, svo kemur þetta út úr gröfinni svona hálfskamustulegt. Svo ég sagði, akkur er þetta ekki eins hrifin eins og voruð fóruð inn? Nei, það stendur hérna, hvað er það að gera hér? Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Sko, það eru margir sem finnst einhvern að Jesús ætti að vera þarna. Hann er ekki þarna. Hún er tóm, svo þú segir réttilega. Þess vegna sem betur fyrir að evangelísk kristnir að þeir vilja ekki tilbyðja gröfina, sko. Þetta er bara, það má ekki tilbyðja gröfina, en hvort sem að það var þessi gröf eða einhver önnur, þá var þetta bara mynd upp á þessi skeiði. Svo er annar staðurinn í Jerúsalem sem að katólska kirkjur margar hafa trúað því að það sé staðurinn og það veit enginn ákvæmlega hver staðurinn er. En það skiptir það ekki öllu máli. Aðalatriðið er sagan, hvað skeiði. Þetta er upp á Olíufjallinu. Það eru klaustur
sem að nunnuregla hefur þar, Karmelítaklaustur, og þar eru myndir af faðirvorinu á annað 100 tungumálum. Og þetta faðirvor hérna á íslensku. Já. Pétur Sigurgeirsson fór við hóp út þarna og gaf þetta spjaldin faðirvor, þetta mósegum faðirvorin á. Já, lét gera það. Já. Og þetta er með eði og þetta er nákvæmlega margir þau ykkur athygli. Gaman að þessu vita það að þarna koma margir Íslendingar líka og lesa faðirvorið. Þegar ég fyrir mig hópa þarna förum við inn í klett eða helli sem er þetta rétt hjá sem er sagt að Jesús hafi farið á nóttunum til að biðja. Þá förum við stund eða ég læt fólki fara þá með faðirvorið og það er svona tilfinningarlegt atriði. Ekki að því að sinni annað en faðirvorið er náttúrulega ekki kvæði en Jesús sagði heldur ekki ef ættum að biðja eins og kvæði heldur faðirvorið er þannig skuluðu biðja, sagði Jesús. Það er svona patter. Það er svona hvað liggur í faðirvorinu. Já, þannig skuluðu biðja, faðirvor, þú sem ert á himni en ekki bara segja það í einhverju kvæðarstíl eins og sem að kirkjudeildi gera en þetta í dag. Ég hef ekki stundum að samkoma það sem að endar alltaf með faðirvorinu og svo bara fólk að líta til hægra og vinstra með það að fara með faðirvorið. Það er kannski ekki, þá missir það raun og veru meiningu sína sem að Jesús meinti. En Helgi, það við erum ekki búin þar tíminn líður voðalega hratt, ég verð að segja eins og er. Þú varst með eitthvað ritningarstæð sem ég langa að þú læsi fyrir okkur. Það var ekki Mósebókun fyrst. Þú varst að tala fyrst byrja á Mósebókar, ekki? Þú sagði mér það. Já. Mósebók 17. Þú varst með merkið þar. Já. Og ég gjöri sáttmála milli mín og þín og þinna nyfja eftir þig frá einum ættliði til annars, ævilegan sáttmála að vera þinn Guð og þinna nyfja eftir þér. Og ég mun gefa þér og nyfjum þínum eftir þig, það land sem þú býr í sem útlendingur, allt Kananland til ævinlegra eignar og ég skal vera Guð þeirra. Amen. Þarna er lofar Guðs. Hver sagði þetta? Það var Jafi sem sagði þetta við Abraham. Já. Drottinn sjálfur. Og hvað segir hann svo? Hann segir í bænum, hann segir hérna til ævinlegra eignar. Til ævinlegra eignar. Ekki til tímabundinnar eignar. Nei, ævinlegra eignar. Það er að segja þeir eiga þetta land, þetta landsvæði að eilífu. Já, í dag líka. Já. Alltaf. Já, ævinlega. Þetta er land gyðinganna. Já, upphæðlega. Já, það er Já, enda. Það er gott að kemur inn á þetta í þessu þætti vegna þess að ég var að lesa bókum sem vakti athygli mína. Í þeirri bókstendur það séu bara 2 þjóðir í heiminum. Bara 2 þjóðir. Ég meina 2 þjóðir. Það eru bara gyðingar og heiðingar. Já. Það eru bara gyðingar hérna megin og svo þeir sem ekki eru gyðingar eru heiðingar. Og það er ekki verið að tala hvort Íslendingar eða Danir eða svolítið, það er bara allir sem ekki eru gyðingar eru heiðingar. Já, Jew or Gentile eins og sagt úr ensku. Já, setja á hebresku líka. Gerðu það? Nei, maður ekki. En nei, það er alveg rétt, þetta er skrítið, en hann kom, Nýja testamentið segir í 1. Jóhannesar Guðspjalli, það segir, hann kom til sinna eigin. Hann kom til sinna eigin og hans eigin tóku ekki við honum. En allir þeir sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Þannig hann kom fyrst til gyðingar og hann var gyðingur sjálfur. Og svona er það. Hann var gyðingur sjálfur og hann sagði sjálfur undir í 4. kafla Jóhannesar, sagði hjálpræðið að frelsi kemur frá gyðingum. Þannig að við verðum að blessa gyðinga, hvort sem við líka við á eða ekki. Við verðum að blessa Ísrael hvort sem við líkar það sem þeir að gera eða ekki. Því að það er annar sem hefur síðasta svarið og yfirhöndina yfir öllu saman. Þess að þú með þér kýpa, það er annar sem hefur yfirhöndina yfir þjóðinni, í landinni, eins og hann hefur yfirhöndina yfir mér og þér. Nákvæmlega sama. Þú varst með annar reytingastæð nú fyrir að líða á tíman. Já. Ég hafði hérna Jeremías, spátumsbók, Ísrael. Já. Það flyttu á því líka. Það er Jeremías 31, 7-13. Svo segir Drottinn, fagniði við Jakob með gleði og kætist yfir öndvegis
þjóðanna. Kunngjörið vegsamið og segið, frelsa Drottinn, þjóð þínar, leifarnar af Ísrael. Sjá, ég flyt úr landinu norður frá og safnaði saman frá útkjálkun jarðar. Á meðal þeir eru bæði blindir og lamir, bæði þungar og jóðsjúkar konur. Í stórum hóp hverfa þeir hingað aftur. Lestu næsta vers líka. Þeir munu koma grátandi og ég mun fylgja þeim huggandi, leiða þá vatnslækjum sléttan veg, þar sem þeir geta eigi hrasað. Því að ég orðinn Ísrael faðir og Efraim frumgetinn sonur minn. Þetta stórkostlegt. Þetta spádómur aftur fyrir hérna landsins. Þeir sem voru í útlegðinni. Gyðingar hafa flykkst til Ísrael og farið þangað þúsundum saman frá Rússlandi. Og alls staðar á heiminum og við bara óskum að þeir fara allir bara þangað. Þeir eiga bara ekkert að vera í Bandaríkjunum eða annars staðar. Þeir eiga bara að fara heim til sig, bara til Ísrael. Trúi ég. En svo mér langar bara að bæta við þarna sem þú stoppaðir. Stendur sorg breytist í gleði. Heyrið orð Drottins, þér þjóðir og kunngerið það á fjarlægu eyjunum, getur verið á Íslandi. Sá sem tvístraði Ísrael safnar honum saman og mun gæta hans eins og hirðir gæti hjarðar sína. Svo eru suma kenningar sem segja að hann hafi yfirgefið Ísrael, þessi ekki lengur hans útvalda þjóð. Hvenær hætti Guð að vera að svíkja fyrirheit sín? Við erum búin að tala fyrirheit Guðs og svo eru til kirkjur og söfnuðir sem segja það að þeir séu ekki lengur hans útvalda þjóð af því að þeir hafa ekki tekið á móti Jesú. En þeir sem tóku á móti Jesú, Helgi, í byrjun, það voru bara gyðingar. Meira að segja þeir voru bara undrandi yfir að boðskapurinn fór til heiðingi, þeir ætla ekki að trúa því. Guð svíkur aldrei loforð sín. Það sem ég meina. Þá myndi hann líka geta svikið okkur. Rétt hjá þér. En við verðum bara að trúa og treysta því að Guð standi með okkur og eins og hann stendur með okkur, þannig mun hann standa með Ísrael og stendur með Ísrael. Rétt hjá þér. Og svo bara áframhald að klára þetta versena. Og Drottinn frelsar Ísrael, eða Jakob, og leysar hann undir valdi þess sem honum var yfirsterkari. Þeir skulu koma og fagna á Síónarhæð og streyma til gæða Drottins, til korsins, vínberjalæsis, olíunar, ungu sauðana og nautana og sál þeirra skal vera eins og vökvar aldingarður. Þetta er sem maður sér í dag í Ísrael, þetta er svo vökvar aldingarður. Þeir skulu eigi framar vanmegnast. Þann munu meyjarnar skemmta sér við dans og úlingarnir og gamalmenni gleðja saman. Og ég mun breyta sorg þeirra í gleði og hugga þá og gleðja eftir harma þeirra. Það stendur hérna og gamalmenni gleðja, Ég tek þetta nú bara til mín, Þegar ég í Jerúsalem og sé unga fólki yfir að dansa og syngja á götunum þarna og klappa og lofa Guð, þá sitt ég og bara, mér langar að dansa með þeim eins og sjálfsögðu. Og stundu geri ég það reyndar. Myndir þú ekki gera það líka? Ég hugsa það. Ég hef nú séð þið dansa á Laugskálahátinu hjá okkur hérna, við heldum Laugskálahátinu núna 3. október. Það er alltaf gæt. Og þú kemur vonandi þangað aftur. Ég hef trúlega, en við sjáum bara til hvernig framtíðin ber í skauti sínu. Akkurat, Helgi, nú ferð þú tíma núna til að segja eitthvað við áhorfendur. Og það eru bæði áhorfendur eru hérna kristnir og svo eru margir sem ekkert eru trúar einsinni. Það getur verið alls konar fólk. En orðið er þitt núna. Þakka þér fyrir, Ólafur. Kæru vinir, ég vil hvetja ykkur til þess að biðja fyrir Ísrael. Það segir hérna í orðinu og öðrum stað, biðjið Jerúsalem friðar í Salmi 122:6. Það er hvert til að biðja fyrir Jerúsalem og biðja friðar í Jerúsalem og í öllu landinu. Ég held ég geri það flesta daga og ég hvet ykkur, kæru vinir, til þess að biðja fyrir landinu og til þess að ferðast þangað. Það er alveg heilmikil upphæðin að koma þangað. Ég hef farið þangað tvisvar og ég hvet ykkur til þess að skella ykkur til Ísrael og fara til dæmis Laugskálaháttíðina eða fara til Ísrael og koma þangað og eiga þar góða og yndislega stund. Ég hef verið að tvisvar í 10 daga og ég vona að ég hvet ykkur til þess að fara þangað og fara til dæmis að ganga á fjöll í landinu Ísrael. Það eru mörg fjöll sem hægt er að fara á og skoða, það er margt að skoða. Góður morgungöngutúr gæti verið upp Olíufjallið. Ég hef gengið niður það fjall
og ég hvet ykkur til að skella ykkur til Ísrael. Gott, Helgi, þakka kærlega fyrir. Til að bæta við þetta, sko, og við hvetjum auðvitað alla til að biðja fyrir Jerúsalem, sko, Ísrael. Já. Það er blessun í því að blessa Ísrael. Það er Fólk blessun. veit þetta ekki. Og það sem að stjórnin okkar hefur gert, sko, með því að formæla Ísrael og sýna þeim lítilsvirðingu eins og hefur verið gert, það er vanblessun fyrir íslensku þjóðina. Og það væri blessun ef við lærðum að blessa. Og nú get ég komið minn eigin vitnisburð hérna í gegnum Jesaja 62. Sökum Síonar get ég ekki þagað. Það er bara það. Og sökum Jerúsalem get ég ekki kyrr verið, eins og réttlæti hennar rennur upp sem ljómi og hjálpræði hennar sem brennandi blís. Þá skulu þjóðurnar sjá réttlæti þitt og allir konungar vexa þína. Og svo kemur bara næst versi 6, ég lýsi ekki allan kaflan, en hérna áhorfendur góðir, hérna endilega munið þetta Jesaja 62, þetta er stórkostlegu kafli. Og það stendur hérna vers 2 og við erum búin að sjá 2 myndir einmitt af mönnum sem að biðja við vesturmúrin. Ég hef skipað varðmenn yfir múra þína Jerúsalem. Þeir skulu aldrei þegja, hvorki daga né nætur. Já, er þetta ekki merkilegt? Og bæta einu við höfum 1-2 mínútur eftir kannski. Sjá, drottinn gjöra það kunnugt til endimarka jarðarinnar, segir dótturinni Síon, sjá hjálpræði þitt kemur, sjá endurgjald hans fylgir honum og fengur hans fyrir undan honum. Og sjá, hann kemur, lausnarinn, og hann kom. Þetta eru allt ritningarnar sem menn kalla Gamla testamenti, flestir, ég nota aldrei það orðendar, þeir hérna, í ritningunum er sagt hann sem eigi að koma. Nýja testamenti aftur á móti, það segir hann sem kom. Já. Og þannig að þetta tengist bæði saman sem fólk kallar Gamla testamenti og Nýja testamenti, sem ég finnst bara ætti ekki að heita hvort. Þetta er bara, Nýja testamenti er bara sáttmáli sem er bættur við hinn sáttmála. Hinn var aldrei útturkaður. Hann er boðurinn 10 fullu gildi í dag, eins og öll lofar Guðs eru fullu gildi í dag, eins og þú svo sannlega vitna í. Að hann er trúfastur og hann svíkur ekki fyrir sín. Nú held ég að tímann sé að verða búið ef ég hefi grunnar rétt. Og hérna, er eitthvað meira sem þú vildi segja? Svona, við hefum kannski 5 mínútur eftir. Við bæta við einhverju? Kom á Laufskálahátíðina til okkar, 3. október. Endilega gerið það. Og hún voru á sama stað, getur sagt það. Hún er í Samhjálp í Stangarhyl og það er allir velkonar á Laufskálahátíðina. Það eru sungnir ísraelsk lög og dansað og sungið og við hefum ánægjulegan tíma saman og drekkum svo kaffi saman í lokin. Já, og það kostar ekkert inn. Ja, okkipis. Já, allt okkipis. Sko, frelsisboðskapurinn sem liggur í þessu við erum að tala það er Jesúa eða Messias, frelsarinn. Þungamiðjan í þessu við erum að tala Ísrael er það að við erum að upphefja þann sem kom og hann kemur aftur. Og það erum við að tala svo geta kirkjudeildir haft ólíka skoðanir á því hvernig kemur hann aftur og hvenær og svo framvegis, en við vitum allavega hann kemur aftur. Það veitum við. Og ég trúði persónulega hann kom aftur og hann komi, ég trúi því eins og Biblían segir allavega, hann komi á Olífjallið. Fæturinn sem hann stíga Olífjallið. Og þá munu þetta, þessi hildarleikur, Harmageddon eða orustan, síðasta orustan, þá hefur hún verið háð og margir hafa dáið og hann kemur og stofnar friðaríki hér á jörðu. Ekki á himnum, það þarf ekki friðaríki þar. En hann stofnar friðaríki hér á jörðu. Og það er svo yndislegt, sko. Þess vegna fer ég svo oft í Ísrael, sko, Jerúsalem, og ég er eiginlega undirbúið þetta hvar ég ætla að vera. Þess vegna er svo nauðsynlegt að biðja fyrir Ísrael og biðja hérna fyrir landinu vegna þess að við vitum það þeir eiga eftir að lenda í stórum bardögum og miklir erfiðleikar eiga að koma fyrir Ísrael sem ritningunni og þess vegna er nauðsynlegt fyrir okkur Íslendinga að biðja fyrir Ísrael og standa með gyðingum og Ísrael. Einmitt, eins og við erum alltaf biðja fyrir öllum mönnum, biðjum hver fyrir öðrum hérna og biðjum fyrir ólíkum kirkjudeildum og biðjum fyrir þeim sem að ekki þekkja Jesúa og það eru margir, jafnvel meðal okkar þjóðar, eru margir framámenn og konur sem neita því að trúa á Guð og er bara hreykinn af því að vera trúlaus.
Þannig að þetta íslenski þjóðsöngurinn og Guð vors lands, sko, það er svo erfitt fyrir slíkt fólk að syngja þetta, þjóðsöngin og Guð vors lands og lands vors Guð. Við lofum þitt heilaga nafn. Já, og hérna, já, er þetta ekki erfitt fyrir fólk að syngja þjóðsöngin sem er búin að segjast ekki trúa Guð? Nei, ég veit ekki það, ég er bara svona gammal þess að mér finnst það búið skrítið. Það hlýtur að vera erfitt fyrir hann eða hana, hver sem það er, í nefninginu upp. En allavega, kæru vinir, þátturinn, ég þakka Helga sérstaklega fyrir að vera viljur til að koma í þáttinn og þið heyrið hvað hann er virkilega góða þekkingu í orðinu og mælskur, svo er að tala um ég sé mælskur, hann slær mig og Snorra alveg hreint út. Og hérna Helgi minn, ég vona að fá þið aftur hérna, þetta er létt yfir þér og það er, við megum brosa og við eigum að vera glöð og þetta er ekki sorgarstund í þátturinn Ísrael í dag, langt frá því. Kæru vinir, og beini bara orðum til ykkar og nú er ég að vera svolítið formfastur, þetta er alltaf sama sagan hjá þér Ólafur, já, það er sama sagan í raun og veru, það er bara þetta sama sagan. Í 5. Mósebók það stendur sko að á hebreusku stendur það Sma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Þetta þýðir sma, það þýðir heyr, hlusta, heyr Ísrael. Drottinn Guð er einn Guð, drottinn Guð er einn. Og þetta er, ég vil enda með þessu líka. Sma, hlustaðu, heyrðu, hlustaðu að drottinn Guð er einn Guð og engin annar Guð er til. Bara hann, engin annar Guð er, okkar Guð er svo eini Guð sem til er. Sem hefur allt vald á himni og jörðu. Þetta er til margir guðir með litlu g, en sá sem allt vald hefur, það er Guð hinna kristnu og Guð gyðinga. Ég enda bara aftur þáttinn með þessu, kæru vinir, með hebreska orðinu shalom sem þýðir friður og arabíska orðinu salam sem þýðir líka friður. Og eins og Jesús sagði, frið læt ég eftir hjá yður, ekki gefið þér eins og heimurinn gefur, hjartaðu skelfist ekki né hræðist, trúa Guð og trúa mig. Drottinn blessi ykkur. כל עוד בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צור